Nú erum við komin sem sé í hinn endan á Friðlandinu. Friðlandið nær alveg frá Dalvík, frá Strönd og 5 kílómetra rúma hérna fram í dalinn. Nú erum við andspænis hér Húsabakka og Tjörn og erum í landi Tjarnar og þetta svona 8 ferkílómetra svæði og þetta fyrsta svona votlendisfriðun á Íslandi. Friðlandið stofnað 1972 og notabenni það voru bara 1 ár frá því að það voru sett ný náttúruverndarlög í landinu og það svona heilmikil vakning í kringum 70 og við viljum gjarnan halda því til haga sko að það voru bændur í Svarfaðardal sem stofnuðu þetta friðland og bændur hafa ekki alltaf verið svona haft orð sem fyrir að vera vernda náttúruna, allavega ekki votlendi á þessum árum voru grafnir sko hringvegurinn í kringum landið af skurðum bara á hverju ári. Þetta var svo svakalegur hernaður á 7. áratugnum. Skurðgrafan var bara besti vinur bóndans og mikið þurrkað sem ekki þurfti að þurrka og þannig að stofna Friðlandi í 1972 eru náttúrulega tíðindi og kannski helgast að því að Hjörtur Tjörn var í náttúruverndarráði, þessu fyrsta náttúruverndarráði og fékk þessa hugmynd að fá bændur hér með sér og gerði það með einhverjum hætti. Tókst honum að samfæra þessa 12 bændur eða ábúendur á 12 jörðum, eigendur 12 jarða að stofna Friðland Svartdala og það hefur bara legið hér síðan öllum til ánægju og blessunar vonandi og hér má ekki þurrka land, hér má ekki byggja einhverjar byggingar nema og ekki framkvæma neitt sem að breytir landslaginu, má ekki veiða fugl eða neitt þýjulíkt. En svona, menn fengu að nýtja landið áfram eins og verið hafði til beitar og slagna þar sem nú reyndar orðið frekar lítið það hér að þetta engjaland, frekar svona deikt og ekki, það eru betri slík lönd. En eins og ég sagði, það var Friðlandið orðið 40 ára, eða hvað, 72, meira. Það var 50 ára. Það var 50 ára, já, og hérna. En það hafa verið framkvæmdir eins og brýr og göngus. Já, svo hefur það gerst á síðustu árum að við höfum farið í þessar, og það var í raun og veru bara í reglugerð Friðlandi, það skildi svona verða lagðir stígar og svona auðvelda aðgengi að ákveðnum stöðum og þannig hugsunin, það eru stígar á ákveðnum stöðum en svona þetta gríðarlega mikið flæmi og megninu til þetta alveg ósnortið land. Og svona fyrir 3 árum þá byggðum við þessa brú hérna sem nú mikið mannvirki og við erum mjög stolt af að hafa byggt. Því að hún er 50 metra brú og hengibrú eins og við sjáum. Og þetta svona breytir alveg svona landslæginu hérna. Ég er nú alveg upp hérna á Tjörn, beint hér á móti og hér var ég að reka kýr alla daga, sækja kýr hér niður á Engjar og maður horfði hér yfir ána og jafnvel kom það fyrir að við syntum yfir ána á svona heitum heiskapardögum. En hún náttúrulega hefur skilið þennan dal af í þessar vestur, austur og vestur kjálka í 1000 ár. Þangað til allt í einu að við smíðum göngubrú og nú gengum maður hér yfir í þennan skóg sem heitir Hánefstaðaskógur og mikil paradís og þá allt í einu þessi austurkjálki orðin svona hluti af þessu gönguleiða kerfi inn í Friðlandinu. Og það er mjög vinsælt að ganga hérna frá Húsabakka, labba hér yfir brúna yfir gegnum skóginn og yfir að völlum hérna þar sem að Bjarni og Hrafnhildur eru með búð, sveitabúð, mjög skemmtilega og þetta er mjög mikið gengið og núna í hausta ætlum við að laga í sumar þennan stíg ennþá betur.
laga hann að. En í hverju felst starfið, landvörður? Já, landvarðarstarfið, svo sem sagt, höfum við látið okkur dreyma það að hér yrði stofnuð landvarðarstaða og þannig að umhverfisstofnun bara hefði hér landvörð og það gerðist á síðasta ári, það var stofnuð hér landvarðarstaða og raunar er þetta svona fyrsta árið, þetta er nú ekki nema 2 mánaða póstur og felst bara í því að viðhalda gönguleiðum, málastíkur og fúaverja fuglaskoðunarhús og svona og leggja áfram stíga, búa til framtíðar áætlun fyrir Sýrlandi. Núna verndaráætlunin alveg að komast í gagnið og það er svona verður svolítið svona mikilvægt plagg í svona öllum framtíðar áformum hér í friðlandinu og já, það felst fyrst og fremst svona eins og landverðir vinna að passa upp á þetta friðland og nýlega var hérna búið til áningarstaður hérna við þjóðveginn við Dalvík. Þar eru hreinlætisaðstaða og það fellur þá líka undir þetta starf. Svo fékkstu heimsókn frá ráðherra á vormánuðum. Já, það var gaman að því. Hann kom hérna, hann mummi, Guðmundur, Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra og hann sagðist vera að hefja hér heimsóknar svona dagskrá á öll friðlönd í landinu og að sjálfsögðu byrjaði hann í friðlandi Svaldarla. Hvað er annar staðar? Hvað er annar staðar? Elsta votlendis friðlandinu. Já.